Já, velkomin á þennan fund hjá okkur í umræðufundaröðinni. Þessu sinni erum við með skýrslu frá Norrænu ráðherranefndinni sem fjallar Norðurlöndin, niðurstöðunar í PISA 2009. En eiginlega fjallar þetta þróunina frá 2000 til 2009 leskinni. Það er megin rungan í þessu. Og heitir Northern Lights á PISA sem hefur verið gefið út alltaf með hverju PISA-prófi. Hér sjáum við forsíðuna. Þegar að vera Norðurlöndin 5 hlaupa í sendirum saman. Spurning hverður Ísland, ég veit ekki alveg. Ég held að þetta örugglega Danmörk þarna fyrst, sko. Þeir voru ritstjórar sem breyti. Það fór með Svíþjóð og þetta ekki strákum í bláupísum hann. Svo vantar reyndar 7. klakkan, það Færeyjar. Já. Þeir spá smá umfjöllun í þessi riti. En þetta er mjög áhugaverð lesning. Það fullt af fróðleik þarna Norðurlöndin og samanburð á í rauninni menntakerfunum og setja þetta í samhengi við sögu menntakerfunum og það sem hefur verið að gerast í þeim svona frá 1990 miðað við það ártal vegna þess að þá voru nemendurnir sem að tóku PISA 2000 að byrja í skóla. Í hvernig menntakerfi ólust þeir upp í. Þannig 20 ára að saga. Og það er mjög mismunandi eftir löndum hvað svona stóru póstarnir hafa verið í breytingum á kerfum. Og þeir eru með tilgátur skýringar af hverju fara löndin upp og niður á þessum tímabili og stöðu þeirra á þessum tímum. Það er mjög fróðlegt að fylgja og gefur þessu miklu meiri dýpt sem eins og OECD hefur verið að reyna að gera með sínum þemaskýrslum og köflum policy. Og þetta í anda þess. Nú setjum þetta í samhengi við kerfin. Við fjalla mikið áhuga á lestri og ég ætla að nota það úr þessu riti og annar staðar til þess að fjalla seinni hlutan á dagskránni í dag sem áhuga á lestri. Og þarna eru smá fjallað nemendur með slakan lesskilning. Það sem við erum að fjalla blöðunum núna sem nemendur sem geta ekki lesið sér til gagns. Ég ætla kannski að segja það úr í að útskýra hvað það er, hvers konar færni þetta, hvað er það sem þeim skortir, af hverju köllum við geta ekki lesið sér til gagns, sem við hafa sagt að þetta sé svolítið gróftarlegt orðalag. Nú, svo er það yfirfyrir stúlknana og strákavandinn, það kemur að lestri bóka og jöfnur og innflytjendur. Það er málefni sem er ekki mikilvægt hjá okkur bara vegna stærðargráðum. Það er stærri hópur í þínum landum. Þessari mynd sýnd þróunin, ekki nú kannski þessar tölur. Við höfum verið með svona myndu okkar skýrslum. Við sjáum lesskilninginn í PISA-stigum þegar það þróast frá 2000 til 2009. Og það sem er mest áberandi af þessari mynd er að Svíþjóð fellur 20 stig á 10 árum. Og 20 stig er rauninni hálft skólaár. OECD er búið að reikna það út að 40 stig á þessum PISA-kvarða jafngilda heilu skólaári. Það sem lærir frá 9. til 10. bekk. Þannig að krakkar sem útskrifast í Svíþjóð í dag eru hálfa ára eftir í lesskilningi nemendum sem útskrifast árið 2000. En það er mikil breyting. Hún er alltaf stöðu niðuröfð. Ólíkt því sem gerist í Noregi og Íslandi sem þetta er sveiflukennd. Það eru ekki svona tilraunir í ritunum til þess að útskýra af hverju það er svona mikil sveifla. Töluvert mikil sveifla þarna upp á við hjá okkur og í Noregi. Og svo er það Danmörk sem
siglir bara beint í gegnum þetta. Það var að minnast á Finnland, þeir fara aðeins niður 10 stig, helminga því sem Svíþjóð fór niður en miðað við sveifluna í Noregi og Íslandi þá nú erfitt að segja til það ekki stöðugt niður, þetta svona sveiflur hjá þeim líka. Það eitthvað að gerast í Svíþjóð. Og rauninni vonbrigði líka í Danmörku yfir því að ekkert breytist. Það líka neikvætt. Má líka benda það í þessari mynd sem uppbyttum fyrir allar gögnin sem í þessu riti að staðan á Íslandi og í Noregi árið 2009 lægri heldur en 2000. Það 7 stig fyrir Ísland. Það 10 stig hjá Finnlandi. Þannig að við erum á mjög svipum stað á Finnlandi. Það sokkið niður. Ekkert sem að maður myndi ekki búast að geti sveiflast hvora vegu sem Það Danmörk og Svíþjóð sem eru mestu kannski að vonbrigðin í þeirra heimalöndum. Og hérna skelli inn þróuninni fyrir landshlutana hér. Við erum svolítið upptekinn af því að bera saman okkur sem svona míniútgáfa af Norðurlöndinu, svo koma landshlutarnir. Og það sjáum við náttúrulega að það mest sveiflan sem einkennir yfir allt landið. Og bara einn staður sem eitthvað fyrir niður á við á þessu heildartímabili frá 2009. Það er gríðarlega jákvætt og skiptir landi í 9 hluta og bara einn fyrir niður. Það er mjög jákvæð skilaboð. En þetta 2/3 hérna, þannig að þetta er flókin í þessu landsmeðaltali. En mér langar að benda á svona í ljósi þessara 40 stiga viðmiðs sem mjög flott. Ég heyrði hérna Michael Davidson tala á þessu og kynningur á þessu Stockholmi síðustu viku á þessu riti. Og hann er frá OECD, hann er svona í þessari verkefnisstjórn. Hann var mjög flott að heyra hvernig hann setti þetta í samhengi við þetta, fyrir þessi 40 stig. Og ef við skoðum þetta í samhengi við þessi 40 stig, 10, 20, 30, 40. Heilt skólaár á milli Norðurlands vestra, krakkana þar, það kemur að lesskilningi í grunnskóla og krakkana á Suðurnesjum. Heilt skólaár. Þetta eru stórir hópar, þetta er ekki einhver eitt skóli þess sem að árgangurinn skiptir máli og árgangurinn skiptir sannarlega ekki máli. 4 ár í röð. Já. Og lítil sveifla þarna. Þetta fyrir finnur sig upp aftur, samúð að gerast yfir landið, en heldur 2009 40 stigum fyrir ofan hérna. Þetta er mikill munur á heilum svæðum. Það er margir skólar á hvoru svæði. Þannig að það þarf að hafa þetta í huga. Hérna, já, enn frekar en það fyrir lengra niður á svæðin, þá getur maður að sé skólana. Ég held að setja það garnið í Reykjavík, það eru flestir skólar þar. Ólíklegt að ég geti greint þarna eitt skóla. En hér sjáum við bunka af skólum, þar sem neikvæð þróun frá 2000, sem hvíti kassinn, og niður til 2009, sem dökki kassin. Hérna erum við að sjá alveg 50 stig, sjáum við. Vel yfir 50 stig hérna, í hverjum skóla. Þannig að þarna alveg heilt skólaár, aftur og bak. Þannig að krakkarnir eru að útskrifast eins og 9. bekkingar fyrir 9 ára, aftur. Í nokkrum skólum. En í flestum skólum þetta ekki neinn breyting. Sem líka jákvætt, svona Danmörk. Danir ekki hérna. Þessum skólarnir eru ekki á ykkur, þetta eru sænska skólarnir eru ykkur. Örfáður þarna sem eitthvað breyting. Og þetta er tilfellið þannig að 211 stíl. Já, þetta er svona þessar breytingar sem hafa verið að eiga sér stað. Og varðandi kynjamunin vil ég líka koma að strax. Það kemur svolítið að ánægja lestri eftir. Hér er lesskilningur 2000. Hversu mörgum stigum betri eru stelpur? Jú, þau eru einu skólaðar á undan. Hérna, á Íslandi, 40 stig. Akkurat. Norðurlöndin eru með aðeins meiri kynjamun hérna. Noregur, Finnland,
sjáðu ekki nefnum, þetta er Norður og Finnland hérna, Svíþjóð og Danmörk. Það er gegnum þetta allt skýrum gegn, það er lítill kynjamunur í Danmörk. Og maður sagði eftir í hverju hann getur falist varðandi lestur og bók. En mikill kynjamunur á Norrlöndunum og áfram 2003 var líka mikill kynjamunur í Ísland, Norður og Finnland, Svíþjóð minni og Danmörk ennþá minni. Svo kemur 2009. Þá sjáum við að kynjamunurinn á Íslandi hefur ekki breyst. Það er þetta eina skólaár frá 2009, stöðugt. En hinn Norðurlöndin eru hérna áfram fyrir neðan, með meiri kynjamun, meiri yfirfyrir stúlkna. Noregur, Finnland og Svíþjóð komið hérna. Komum aðeins eftir eftir líka hvað getur vart því að Svíþjóð er eftir komið meiri kynjamun. Þannig að miðað í hinn löndin, Norðurlöndin er í rauninni staðan þegar það kemur að yfirburði stúlkna að skána hér. Strákarnir eru að ná þeim miðað í hinn löndin. Og þetta sé enda 40 stig. Ég endilega spyrja ef það er eitthvað sem við sjáum þarna. Ég ætla að fjalla aðeins kerfisbreytingarna fyrst og svona í samhengi við þessa þróun. Og þetta er allt tekið rauninni frá þeim sem hafa verið að vinna með PISA-gögnin í þessum löndum. Það farið hringinn og talað við fólk og bara fengið svona stuttur útgáfuna af því hvað hefur gerst í þessum löndum á undanförnum árum. Ekki í rauninni hvað gerðist inn í skólunum. Svona kerfisbreyting. Ætlaða breytingar, áherslu sem það var settar og sumar náttúrulega ganga beint inn en aðra eru kannski svolítið duldar. Þegar við byrjum á Danmörku, þá á þessum 20 árum hefur verið mjög mikið endurmat í gangi stöðu. Fjölgun kennslustunda, einstaklingsmiðuð kennsla, einstaklingsáætlanir, orðið sýnilegri, skilgreiningar á námsmarkmiðum og hvað það er nákvæmlega svona þetta að læra þessi hérna merkir við kennarinn hvað er búin að ná og samræmt mat á námsárangri, það er til dæmis nýlegt í Danmörku og þeir gerðu það á tölvum og þetta klúruðu því svolítið mikið á fyrsta árið en eru konur með samræmt námsmat eins og við og lestrarkennsla hefur aukin og sérfræðingar eru núna sem hafa með lestrarþjálfun að gera í flestum skólum. Lestrarþjálfara. Þetta er sem að nefnt þarna. En hvers vegna er engin breyting í Danmörku? Ef það er svona mikið, þetta er gríðarlega dýrt. Það er gríðarlega mikil virkni. Það eru fleiri stofnanir, það eru deildir í háskólum sem eru, þetta er rosalega mikil virkni. En það breytist ekkert. Þetta er alltaf sami hópur. Þá getur maður hugsað, ok, hvað vitum við kerfislega breytingar og hvað vitum við það sem gerist í skólum? Það er rosalega mótspil í Danmörku á móti þessu. Á móti PISA? Nei, á móti því að gerist breytingar. Já. Íslandsmiðina áætluna allt frá kennurum. Rosalega bara ljáðum vegferðna alltaf til þessu. Gott að þú ert hérna til að segja þessu frá þessu. Og saman þróunar ennþá meira. Ennþá meira, já. Þannig að það er alveg, það eru margar stofnanir hérna sem eru svona sérstaklega settar á laggirnar til þess að fylgjast með gæðum og skólastarfi. Það er greinlega, gæti það verið ástæðan fyrir því að þetta breytist, að kennararnir breyti ekkert. Þeir bara halda áfram með sitt efni. Þetta er ekki slæm staða í Danmörku, þetta er svona í OECD meðaltalinu, þeir eru ekkert að skamma sín. En þeir vilja vera miklu betri heldur þessu þjóðverðar þeir fengið PISA-sjokki, sko. Það er 2000. Pólitísk er það mikið betri. Já. Það er að teka pólitísku dæmi, sko. Ég held að kennararnir líka horfi á aðra þætti í skólastarfinu sem merki gæði. Heldur en bara það hver lesskilningurinn er í lok grunnskóla. Og það er svona gildi kennarana á móti því gildum þeirra sem eru uppi í pólitíkinni. En þeir nefna þarna að það séu jákvæð áhrif af mörgum þessum aðgerðum. Það séu í raun mjög mikið af góðum hlutum að gerast sem eru afleiðingar af þessum
breytingum, en á móti komi neikvæð áhrif af öðrum þáttum. Og þeir nefna þrennt að nemendur lesa síður sér til ánægju. Þetta ekki okkar vandamál, þetta vandamál samfélagsins. Krakkarnir eru farnir að gera eitthvað annað en að lesa, þeir þjálfa sig ekki eins og þeir gera áður, en við erum áfram að auka þjálfunina. Þetta er svona þegar í sikur áttina. Það er þeirra kenning. Og þessi aukning í hópi innflytjenda í þáttunum og aukning á hópi nemenda og lægri stéttum. Ég skil það samt ekki alveg. Þetta er svona, af hverju gerist það? Af hverju er allt ómögulegt? It's the economy. Er það? Verður að segja að það sé bara meira fátækt fólk í Danmörku sem hafa ekki burði til þess að styðja við skólastarfið? Ég skildi ekki alveg þennan punkt og Er það ekki að tala kreppuna, svona efnahagslega kreppur þá? Já, góð spurning, ok. Fjölgi fólki sem hefur ekki efna á því að kaupa bækur til dæmis. Já, einmitt. Eða telur sig gera. Einmitt. Ég held að ef maður skoðar löndin í Evrópu og hverjir koma illa út úr kreppunni, þá er Danmörk sé ekki á neinum lista. Það finnst að komast að núna er við hjá þeim Já. grannisinn, sko. En þeir eru í mjög góðum staðar, eins og Svíþjóð og Finnland, sko. Það er samt umræða núna. Já. Strákum í Bílstjórn vorum að segja, sko, að það væri mikil umræða akkurat núna áhrif kreppunnar. Já. Og væri bara loksins núna að koma upp svona hluti. Já, það getur vel verið. En það er samt það á ekki verið þannig. Nei, maður dettur í hug, sko, sem gerist í mörgum löndum og miklu verið í mörgum öðrum löndum. Já. Ætti það þá ekki að hafa margföld áhrif þar, sko, þannig að maður velti því fyrir sér, sko. Eða þeir bara viðurkenna það að bíl sé að breyka þessu fleiri í lægri stétt og þessi orðin fámennari. Já, en maður veltir samt fyrir sér í svona jafnaðarkenndu menntakerfi. Af hverju eftir það að skipta máli? Krakkar úr sama hverfi fara áfram í sömu skólana. Þeir eru sömu kennararnir með kannski að læra laun eða eitthvað slíkt, en það er þá landlægt. Þannig að maður skilur ekki alveg hvernig þetta þýðast yfir á lægri lesskilning barna í lokgrunnsskóla. Já, þeim eitthvað rannsóknir sýna það einhvers staðar, ég veit ekki, að þau sem er með lægri kaupi eða lægri stýðir vel við börnum. Já, það er alveg En það sem ég finnst vanda svolítið er aukin fóreldrissamstarf. Já, þarna í listanum. Já. Þannig í þetta einstaklingsbyggðu kennslu og þetta, þá aukin fóreldrissamstarf líka. Já. Og við vitum að það er kannski ekki þær fóreldri sem mæta þess að njóta góðs af því. Já. Það er örugglega fullt sem er ekki á þessum lista, sko. Þeir svona það dýna til nokkuð. Það er ekki margt á þessum lista, sko. Ég hafa barnabarn í grunnskóla í Danmörku og það er margt á þessum lista sem ég get séð þar. Ég er búin að fyrir þangað í heimsókn í 4 ári. Og það hefur margt breyst, finnst þér, það margt að vera... Já, en líka það er kannski mjög hefðbundinn skóli, sko, sem við... Þetta er svona... Þannig að ég sé þessi kannski svona svipað eins og hjá okkur. Já. Okkur svona kerfisbreytingar sem ekki alveg ná alla leið, allstaðar. En staðan, eins og á grafum sem ég sýndi ykkur áðan þróunina, þá, sko, árið 2009 er engin munur á Íslandi, Danmörku, Noregi og Svíþjóð. Árið 2000 þá var töluverður munur á það, á lesskilningu. Nú er engin munur, það er bara allt á sama stað. En maður velti fyrir sér, sko, það getur verið einhver, sko, þróun að við svona nálgumst einhvern svona núlpunkt, eða einhvern svona eitthvað sem við erum öll einhvern veginn stefnum að þó við sem ólík menntakerfi. En þau eru það lík að svona tegundir af menntakerfi, þau enda svona sirka þarna með þessa tegundar kennararkultúr, þessa tegundar af samskiptunum millis sviður og framtíð. Sem aðeins að sko varðið nemendur lesi síður sér til ánægju, eru þau með einhverja statistikkur það? Já, ég er með statistikkur þetta tjent hérna. Það byrjar að sýna með þennan punkt hérna. Nú kannski að taka hinmöndir líka. En hér er úr ritið sem heitir PISA in Focus, mánaðarlegt rit frá OECD sem er sína svona ákveðna hluti úr PISA, taka 4 blaðsíður. Þetta er tafla sem sýnir hlutfall nemenda sem eru innflytjendur eða foreldrar eru innflytjendur. Annarkoð þeir eru innflytjendur eða foreldrar. Það sé að second generation líka inn í þessu. Og hér sjáum við hvort að það hefur breyst eitthvað á milli 2000 og 2009. Danirnir segja að það hefur breyst svo mikið hjá þeim.
hækkað 2,4% og þess vegna sé mótvægið á móti þessum góðu áhrifum svo mikið. Danmörku hér, sjá okkur vegalengdina hér og við höfum líka Noreg hérna. Þetta ekkert mjög ólíkt. Þetta er rétt undir 2% kannski og 2% mjög svipað. Norðmennirnir taka þetta ekki sem dæmi neina breytinga hjá sér. En Danirnir gera það. Þannig að maður veltir fyrir sig, og auki þá eru marg lönd sem eru með miklu meiri breytingu heldur en í Danmörku. Og ég veit það ekki, mér finnst þetta að vera svona, ég meina þetta er ekkert stórkostlegt á heimsvísu, skiljið. Það var ekki einhver eitthvað flóð af ítölskum verkamönnum inn í Belgíu, þegar voru allir að flyga upp náðunar, eða það var ekki einhver svona stórkostleg efnahagsleg breyting sem var allir því að mikið af fólki kom inn umfram önnur lönd. Það er þess vegna. Af hverju eru þau að taka þessum tiltekna punkt sem skýring? Skilgreining fyrir öll immigrant background eins í öllum þessum löndum? Já, það er bara, eru foreldrarnir fæddir í landinu og ert þú fæddur í landinu. Þetta er mjög einfalt, sko. Það er, hér er líka annað hlutfall með þetta fyrstu kynslóð og annarri kynslóð. Og við sjáum Ísland og Finnland þarna með nánast enga innflytjendur. Danmörk er hér og þetta er 2/3 annarra kynslóðar innflytjendur. Það er Svíþjóð hér, miklu hærri, miklu fleiri þar. Þeir eru með svipað hlutfall milli fyrstu og annarra kynslóð. Þannig að það er ekki heldur eins og Danmörk sé að sér báti þegar við skoðum öll Norðurlönd. Og Noregur er þarna aðeins fyrir neðan Danmörk. En ég veit það ekki, mér finnst þetta að vera alltaf svona fjarri hérna, því að þetta eru þá færnir þeirra, hversu betri innfæddunemendur eru umfram innflytjendur. Er þetta þá mjög slakir nemendur annað. Þú sjáum að í Svíþjóð, Finnlandi og Íslandi eru staða þessar innflytjenda verri heldur en innfæddra og munurinn er meiri heldur en Danmörku. Þannig aftur eru þeir ekkert að sér á báti með innflytjendur sína. Þeir ná ekki tungumálunum, sérstaklega meðan við hinn Norðurlöndum. Aftur eru maður að segja, það er ekkert sérstaklega, þeir eru ekkert að sér á báti þarna. En það er eitt sem er kannski saman þessi innflytjandi sem við hlýtur að taka með í reikningin eins og yfirleitt þegar við erum að tala um svona breytur, sko. Þetta er náttúrulega gríðarlega flókið samspil, það segir sig sjálft. En það er kannski eitt með síðvarðandi innflytjendur að kannski getur verið sko einn möguleikinu til dæmis að þessu lönd getur mjög nýsbúin að taka við aukningu í fjölda innflytjenda. Þegar við, alltaf til skamstíma, vorum kannski ekkert sérlega undirbúin undir það. Við vorum ekki með kerfi, erum ekki enga jarðveg fyrir slíkt sko. Meðan Svíþjóð búin að vera miklu lengur að fást við þetta. Já, það getur verið. Ég myndi samt að segja á móti að Danmörk er búin að vera lengur en Svíþjóð. Já, svo kemur það. Ég bara bent á þetta sem sko að því að ekkert sérstaklega hafa verið sko þá umræði sem heyrt með innflytjendur frá Danmörku að það virðist ekki að það verið mikil jákvæðin þar og eiginlega frekar sko síðustu ár bara mjög mikil neikvæð umræði innflytjendur og hvernig er þetta að takast á við að kenna þeim og í skólum og... Það er kannski kennarakultúrinn sem þú ert að nefna á, kannski er þetta ekki... Það er búin að ágræðinni hvernig má að gera þetta, það er það sem er líka stoppað af. Já. Og pólitísk líka það sem að bara, þá kýfta allt um tíma. Það sparaði maður þar. Já, það getur vel að hafa eitthvað til sín máls þarna sko að þeir finna miklu meira fyrir því heldur kannski í Svíþjóð. Kerfið vill ekki taka á þessu. Það lendir þetta háðinn. Og þetta var svona skóla, þess að svona, þetta skóla er að skóla sem bara 70% nemendur Já. Og það kennarinn kemur bara inn með vinna bakgrunn og gera ekkert öðruvísi þá. Það er kannski meira að gera með sko ójöfnuði milli skóla, frekar heldur en sko heildar áhrif. Þó við trúum því náttúrulega að blöndunin skili auknum áhrifum umfram þessum umfram ójöfnuðum.
Þannig að ég ætla samt að setja spurningamerki við þetta, því ég ekki alveg viss að, af því að því sterkari sem þessi neikvæð áhrif eru, því jákvæðir hljóta þessu óljósu jákvæð áhrif að vera, skilur. Þannig að ég vil draga úr þessum áhrifum, segja, jú, þau eru til staðar, þau eru til staðar allstaðar. Þannig að það ekki fullt af hlutum að gerast, góðum hlutum að gerast í öðrum hlutum. Þannig að ég ætla svona að setja spurningamerki við þetta. Nú, skoðum hérna þetta eftir þess. Noregur. Þarna hefur gríðarlega miklu breytingar. Ég veit ekki hvort þið hafið barnabörn í norskum grunnskólum. En þarna hafa, þeir hafa bara verið að ausa peningum í þetta. Ég veit ekki hvort það sé eitthvað tenging við Finnland og hvernig þeir fóru út úr kreppunni fyrir 30 árum og hvað þeir eru núna, þeir getur verið það, og hvernig þeir hafa rökstutt sinn góða árangur með því. Kannski voru einhverjir sniðugir menn þarna í ofarlega í menntakerfinu sem sá þarna, við gerum bara eins. En þeir hafa alltaf verið að ausa miklu peningum í þetta, sett upp samræmt mat, eitthvað sem heitir Make Space for Reading, átak, lesisentrið sem var stofnað, og Kunskapsloftet sem er ný námskrá, endurmenntun fyrir kennara, rekstur skólana, gæðastjórnun í öllu og svona mikil, fann góða kynningu á þessu apparati á netinu og þetta alveg endalaust af hlutum. Nú, skólaportin sem upplýsingagátt fyrir skóla og skólastarf, ekki svona mentor, þetta miklu meira svona statistíkina og allt það. Og þetta þeir nefna þarna nokkra hluti, skýr námsmarkmið, meiri vitum að uppfylla námsmarkmiðin, meiri sveigjanleiki, betri námsárangur, betri kennarastjórnendur og kennslufræðingur. Meira sem sagt að krefjast þess að fólk geri betur. Og þeir hafa sett í þetta 2005 21 miljard íslenskra króna. Það árið, sem þýðist yfir á 1,5 miljard íslenskra króna á 350.000 íbúar. Eru tilbúin að senda reikning upp í ráðneti? Athugið að þróunin í Noregi var alveg eins og Íslandi, 2003-2006. Þeir gerðu þetta í kjölfar þess. Þá voru þessi peningar settir í þetta. Þá er að byrja þetta 2005. Þeir breyttu sínum samræmduprófum í lesskilningspróf, í norsku prófum. Og öllum fögum stundum læsi á náttúrufræði, læsi á stærðfræði, heldur en miklu meira en áður. Og þeir fóru upp frá 2006-2009 og þakka það öllum þessum miljónum sem þeir hafa sett í þetta. En við fórum líka upp. Við vorum ekki með neina miljónum. Við getum skoðað meira þetta þannig að þetta er mjög flott. Hugsa hvað getur verið að við fengum þessa peninga. Já, segir þú. En hvers vegna er ekki breyting í Noregi frá 2000? Því áður en þeir sett allar pening í, þá voru þeir á fínum stað. Sama stað og þeir eru núna. Hvað gerist? Voru þeir í rauninni að koma í veg fyrir einhverja endalausa niðursveiflu? Ég stór efa. Ég held að það samfélag hrörnar ekki bara endalaust út í óvissuna, heldur held ég að þetta hafi svona ákveðin jöfnunar áhrif ef að ekkert er mikið að breytast í samfélagi. En af hverju er ekki breyting og þeir segja út frá rannsókn sem þeir gerðu, svipað á starfsmenntarannsóknin þegar þeir gerðu það og að þeir fóru inn í stofunar og fylgdust með hvað var að gerast. Og þeir sjáu lítinn metnað, litlar væntingar, fóru kennarana, óljós náms- og kennslumarkmið, það var einhvern veginn ekki, lág ekkert fyrir plan. Allir grín sem menntasviðið hefur verið að flytja til landsins til að messa yfir skólastjórum hér, eru þekktir fyrir svona skýr markmið, 40 mínútur þar að vita nákvæmlega hvað það gera. Þetta er sterkur liður í að ná góðum árangri með drengi til dæmis. Þetta fundu þeir alveg andstöðun að það var ekkert vita nákvæmlega, foreldrarnir eða nemendurnir vissu eiginlega ekkert hvað var að fara að gerast næstu vikunum, hvað þá í lok kennslustundarinnar. Og tíminn fóru mikið í annað fyrir kennslu, eitthvað sem við erum skorað hátt á hér á mælingum, þar sem við spurt, eftir Pearls við spurt
kennarinn spyrir hversu miklu tíma eyður í þetta og þetta og það komum við mjög hátt í annað heldur en kennslu. En þeir fannst þetta að vera mjög mikið þarna og töldu þess vegna að árangurinn var að fara niður. En betri árangur 2009 kemur til vegna þess að það fækkar nemendum í botninum, þessum sem það get ekki lesið sér til gagns, sem skilgreina það. Og þeir vilja eigna það þessum miklu breytingum sem átt sér stað undanfarið. Nú set ég spurningamerki hvort að 3 ár séu nóg til þess að kennararnir stökkvi til og breyti, ég held ekki sko, en ég held að það er svona 10 ára kringjum, en þetta lítur að vera hvatningssamt fyrir það. En telur þessi geta sko staðfest með athugunum að það hafi alls stað breytingar í skólunum? Þess að? Já. Þeir þurfa að fara aftur, skoða. Þannig ég meina þegar það myndi 2006 og 2009 það fækkar til munna nemendum með stakar lesskilning séði. Já. Geta þeir sem eru að tengja það þá ákveðum strúktúrbreytingu sem var sem stað? Absolutt, alveg upp, allt þrepinn. Já. Sem ég fyrst svolítið skrítið. Ég er svona, maður setur varnaglega við hvert þrepp sem fer úr kennslustundinu. Þeir eru ekki búin að skoða það saman á þau gerði áður? Nei, þeir gera aftur svona kannum í stofunum og ég hef ekki þyrt af því það er ekki fram. Nú, Finnland og Ísland eru sett þarna sem lönd sem hafa lítið breytt sínum kerfi síðustu 10 árum, 10 árum. Og við höfum alltaf haft einhver tilraun til nýrra námskrár á þessu tímabili. Ég veit ekki alveg hversu mikið það rauninni festist, að það er ekki gert mikið úr því þarna. Nú erum búin að gera ný námskrárgerð og endurskoða námskrárgerð, áleik eða áætlanir og... Já, spurning hversu mikið að... Já. Það var ekki 2000. Nei, það er spurning hversu mikið að danska listanum á við hér, sko. Við höfum sett inn frá 1990, sko. Það hefur mikið breyst auðvitað í skólastarfi, gríðarlega mikið. En svona, kannski frekar þá sko, á því leveli þar sem að kennarinn er að vinna. En ekki svona kerfisbundna lúðrablasturs breytingar, sko, eins og voru í Noregi. Og Finnland hefur ekkert verið með neinar stórkostlegar breytingar. Það er alltaf þróun, en ekki neitt svona neitt breyst. Þeir að fara aftur 10 stig af hverju þeir segja þessi mínu ánægja verðlu meðan drengja og mögulega einnig fjölgun innflytjenda. Og það sem mjög erfitt að sjá það, sá þessu litlu súlur á þann, bara saman okkur. Ég held að það strykju við það strax, ég veit ekki alveg hvað hefur að skrifa hann. En minni ánægja verðlu á drengjum, skulum skoða þetta. Íslandsfærin eru 7 stig, svipað svona, fylgjum. Og við erum með sveiflu þarna frá 2016-2009, en ég ætla bara að spyrja ykkur, hvað haldið þið að hafi gerst hér á síðustu 5 árum? Það er náttúrulega búið að vera sko, mikil áhersla á að kenna kennurum svona lesskilningsaðferðir mjög víða. Og starfsmenn Háskólans á Akureyri til dæmis hafa farið út víðanvöld og verið að kenna aðferðir og fleiri. Fólk hefur svona leitað víða þangað þó svo það hefur kannski verið svona, hvað segja, vinsælust eða hugsaðlega haft sko mest áhrif. Já, nú fræðsluskrifstofurnar náttúrulega hafa verið gríðarlega virkar á þessum árum. Það var engin áska eftir PISA-niðurstöðu minna 2003 eða 2000, einhvern veginn skiljiði. Það var engin virkni svona í að vita náttúrulega hvað er að gerast í skólunum á skipulagðan hátt í gögnum sem eru samanburðið við aðra og svona þróunina. Núna er þetta að maður bara hefur ekki undan. Þannig að ég held að það er líka sko ekki og bara, maður sér það bara á þessum ráðstofnum sem það verið að halda og þessum fundum sem það verið að fræðslustofnum hafa verið með, þessi hópur af fólki sem er að vinna þessum lefum. Þetta er mjög öflug svona tenging alveg niður á
við kennara. Sem er þess að frekar Ísland farið í grasrótum. Já, þróunarverkefni sem spretta kannski fagbásu og grasrótum. Það kemur ekki 500 eða 1,5 milljarður akkurat. Það er ekki eitthvað mikið penning í þetta. Nei. Ég held að þetta sé á þessum stíðum, ég hlustaði á Guðmund Ingibergsson sem á rithöfundaráðstefnunni hvað heitir þetta aftur? Alvara málsins. Já, alvara málsins. Og þar var hann með rosa fína sýningu á þessu átaki og sýndi alveg fram á breytingar yfir tíma í skólum og allir mjög ánægði með þetta. Já. Og þannig ég held að það er mikið af svona hlutum sem bara er í gangi hjá kennurum, ekkert svona kerfislegt. Ég held að ráðuneytið hafi svolítið fjarlægst sem einhver faglegur leiðtogi og fólk sem var kvart yfir því. Ég veit það ekki, ég meina, er þetta ekki bara í höndum fagmannanna það, sem að vinna með börnum. Ég held að þessi breyting frá miðstýringu yfir í dreifða ábyrgð hafi skilað okkur mjög góðum. En með hvaða aldurshópum er aðra að vera að vinna? Já, miðstýri held ég að hafi orðið út undan þetta. Ég veit það ekki. Er þetta ekki aðra á Íslandsstíg sem að þessi vinna fyrir saman? Það er líka einstaklega. Nei. Þau hafa verið að þessar aðferð sem til dæmis Háskóla á Akureyri verið að kenna að þær aðferðir, þær eru hugsaði bæði fyrir mið- og unglingastig. En það er kannski bara það fyrsta sem er svolítið að fókusera á það. Hvað segir það? Það er sko það sem hefur verið svona eitthvað vinsælt, eitthvað almennt í gangi og umræðu miðstíð. Það er þess að þetta orð af orði, ekki tala það, þetta sem við erum með frá Akureyri. Maður hefur ekki sko, það hefur verið sett ýmislegt í gang sem hefur verið hugsað bara fyrir öll skólastig, en það eru yngstu báðakennararnir sem hafa áhuga á því. Sem hafa mestan áhuga á því. Já, og kom ykkur í framkvæmd. Og ég veit ekki hvað oft fyrir svona 5 árum síðan bara, þá var ég að upplifa það að vera að halda fyrirlestur námsmat og námsmatsaðferðir og unglingastigið, ég kom oft í skóla og þá stóð unglingastigið upp þegar ég kom. Það er ekki bara fyrir yngstu báðakennararna sko. Þeir voru bara að fara eða sátökstur að fóru í verkefni á meðan ég talaði. Og maður sá sko að yngstastigið fór á stað. Miðstigið svona högti svolítið, en unglingastiginu komið til þetta ekki við. Það var einhver aðrir þættir sem kom fyrir. Það kemur mér að það var mjög óvart og ég myndi ekki að við hallarbyltingu eða var að fara að vinna verulega á unglingastígi svona almennt með leskilning. Ég finnst einhvern veginn að allir einslega segja mér það að kennarar því stigi þeir líti ekki á það eins og þú ert að benda á sem sík hlut. Og þeir eru búin að lesa og þeir eru bara að kenna Já, og mér finnst að þetta verkefni þarna, ég er búin að sjá það fara inn í núna 2 skólar núna á þessu hausti og mér finnst alveg sko viðhorsbreyting hjá einmitt unglingastigskennarum. Þeir bara allt í einu átt að segja því að þeim kemur þetta við. Og þannig að þeir gera þetta vel sko. Það gæti verið þá sígandi í þessu núna. Það er það sem ég vona, þegar eitt verkefni kemur svona, að þá er alltaf, þá getur ýmislegt farið í kjölfarið. Menn þeir hafa verið með fínum hóp sem hefur verið að vinna með þróunarstarf í læs- og leskilningi á unglingastígum sérstaklega. Haldið náttúrulega svona, en það var reyndar ekki sko, það var ekki farið að ráði af stað. Nei, það var ekki byrjað það. Byrjaði í kjölfarið þess. Maður sér svona margar hluti að gera, sko, breytast. Ég held að í þessum löndum, svona ef maður að tala alltaf leskilningi lok grunnskóla, sko, í staðin fyrir leskilningi lok 7. bekkar, sko, í lok, hvað kallast þetta? Primary, sko, lok primary. Að þá breytist öll orðræðan og umræðan. Við erum að hugsa hvernig skilum við krökkunum út, ekki hvernig komum við upp í okkar deild sem fagkennar. Ég held að það hefði líka skipt máli hvar fókuspunkturinn er. Þannig að það er mjög gott að þeir sem komur inn í þetta, því að sannarlega er þetta sko færni sem mótast hvað mest ymmið á þessum síðustu 3 árum. Þegar þú þarft að fara að beita sko, leskilningum þér til
En þarna þarf djúpa, að mér mætti mjög djúpa hugarfarsbreytingu hjá kennurum sem líta á sig sem greina kennarar sem var að taka þennan hlut að. Og ef það er í aðsigi þá er það bara mjög gott mál. Þetta er bara hlökk til að sjá niður. Hlökk til að sjá. Og varst núna eftir hvað 5 vikur. Nú, það eru fleiri lönd þarna. Skoðum aðeins fyrir kaffi hérna þessar kerfisbreytingar og fyrir svo kannski eftir kaffi að huga að niðurstöðum sem eru þarna til að styðja þetta. Svíþjóð var alveg nýtt hér 1994. Það var með skýr markmið, samræmt námsmat byrjaði þá, mjög snemma. Aukinn samkeppni milli skóla hefur átt sér stað svona frá 2004-05 og sett á fótinn einhver sem heitir Skólinspektionen, nú góður í sænskunni, sem hefur það hlutverk að fylgjast með skólum, sem bara eins og ég gert í Bretlandi, fara inn í skólana og bara taka út og hvað er að gerast hérna. Þetta er nýtt hjá þeim og það sem hefur gerst hjá þeim, þannig að þeir var að hrapa þetta hálfa skóla á tilbaka, en það hefur vegna þess að það hefur mikið fjölgað í slökustunum. Það var þarna áðan, þá var við að tala um að það hefur fækkað, það verið skýringin í Noregi, fækkað með 2006-2009, það er alveg rétt, það er mikið mælt það, en hérna hefur þeim fjölgað mjög mikið frá 2000. Við hinnaðum. En það samt sem topparnir? Já, breytingin er bara þarna. Við séum með kynjamunin hérna á Íslandi, hann er bara, þetta skýra hann eingöngu með því að það eru 2-3 fleiri strákar meðal þessara botnumum. Ef hlutfallið væri heilbrigt þar, þá væri þessi kynjamunur miklu minni. Ég sýndi okkur á hana að Súlan var með minni kynjamun enn í Norrlöndunum 2009 og er ennþá ofar. Við erum bara í góðum málum og meðaltalið okkar væri náttúrulega betra. Þannig að það er sama máli hér. Þeirra vandóma liggur í því að það eru of margir nemendur sem eru bara skildir eftir. Þeir fá ekki þann þjálfun sem þeir þurfa til þess að hafa grunnlesning. Það er miklu fleiri þannig. Þessi breyting er mikil. Og það sem hefur líka gerst er ennþá verra að mati OECD. Það er að ójöfnuður milli skóla hefur aukist. Það merkir OECD í öllum þessum rannsóknum sem þeir hafa verið að gera og ótal skýrsla sem hafa verið gerð. Þetta er hundruð manna sem eru að vinna að athugunum á þessum niðurstöðum. Og það sýnir það bara að menntakerfi sem eru með innbyggðan ójöfnuð. Þannig að færnin í lok grunnskóla byggir á einhverju öðru heldur en þjálfunin sem þú fékkst, eða þjónustunni sem þú fékkst, sem var bara að skoða hvað getur þú, eins og við gerum hér, þessu trjásar. Heldur að tengt einhverjum allt öðrum hlutum. Þannig að pappir eru rík, hverju þau þekkja, hvers konar þjálfun þú fær heima fyrir, í hvaða skóla þú hefur möguleika að fara eftir búsetu eða eftir efnahag, hvort þú ert innflytjandi eða ekki, hvernig það tekið á þér samfélaginu, eftir að það er einelti að þú ert ákveðnum uppruna á svo framvegis. Þarna er mjög slæmir hlutur að gera. Þetta er eitthvað sem er að laga, en þetta er kannski eitthvað sem er bara kerfislegt og er þessi breyting sem átt sér stað í Svíþjóð að fjölga skólum með hátt hlutfall innflytjenda. Þetta er kerfisbundið. Þannig að skólarnir, það er verið að búa til góða skóla og slæma skóla, markvisst. En það er ekki líka með fjölgun einkaskólana? Fjölgun einkaskóla og aukið val foreldra. En það var eiginlega sagt að fjölga einkaskóla, en nálega það skilst minni með að það verður hvað börn að segja í vextæðu landsvíðaunum eða fyrra, en ég held að eftirlítið er ekki til staða, þegar persónulega frjálsa hendur. Já. En það er ekki reynt hjá mér. Reyndar eru allir einkaskólar í Svíþjóð með opinbert fjármagn. Já. Það er ekki enga reknir, en það er... Þetta útrækt, er hún ekki í einkaskólum? Þessi? Já. Jú, hún á að vera í öllum skólum. En það sem gerist náttúrulega í einkaskólunum er að það soga til sín betri kennarar. Þeir fá, svo það er
þannig að það það sem að gerast í Svíþjóð. Ég hef heyrt það frá prófessorum við Gautaborgarháskóla þessa þróun sem að fólk í háskólaakademíunni alveg mjög uggandi yfir og þetta að gera þetta að breyta menntakerfinu í einhvers konar samkeppniskerfi. Það borgar miklu meira kaup í einhverskólan líka í grunnskóla en einhverskóla. Það er sko góðu kennara. En var þetta ekki það sama í Danmark fyrir svona 20 ára? En það er ekki sama. Það Er sko fyrir 20 ára síðan, við talum það? Nei, það er ekkert svoleiðis sko. Þetta var einhverskóla og hinn skóla sko. Já. En þú ert samt, þegar þú skoðum mismunum í þessu skóla, þá komu þau voru svipar út og löggjöf þannig, altså eftirlítið þannig og það er mikið eftirlítið þetta. Og það er nýbúin að breyta eftirlítið aftur, það var svona nýlega, ég man ekki hvað ár það núna, þannig að það er herðar eftirlítið með einhverskóla. Að kannski það hafi verið ástæður fyrir því. En það er enga veik, það var einhvern heiti, manni hvað heiti, já það var sko tíma, það tvinn að þetta var sko, þá var það svona meira lausið þetta. Já, það er búin að herða rosa greipið á því núna. Ég man bara, það er okkur 20 ár síðan, þá var ég úti og þá var einhverju umræður í blöðunum þetta, sko, það voru orðið svo mikið fjölda einhverskóla sem borgaði betri laun og í ríkisskólanum vildi enginn kenna lengur. Og þar voru allir innbyggjarnir og þar voru fólkböndin og þar voru stöðustu kennarar. Já, það hefði svona BT, æsifrætt eða eitthvað slisa. Nei, þetta var svona umræður, svona dálkar sem ég... Þetta er það sem að háskólafólki er að segja að sé að gerast í Svíþjóð. Að aukið val foreldra fyrir að nýta það miklu meira heldur en áður. Og það er til tölfræði til að styðja allt þetta. Og það er líka plöggin í sænska menntakerfinu snúast. Það er bara sagt berum orðum að við ætlum að hafa samkeppniskerfi. Það er keppt að ná sem bestum árangri og það er verðluna fyrir árangri. En hafði síðan verið þá kannski að það er einhver gögn það að eins og einhverskóla sé að farnast betur hvað þetta varðar heldur en hinn? Ég geti kannað það. En er ekki þetta sem er verið að ræða núna í Svíþjóð? Það er mjög krítískt að þetta er ekki að skila því sem þið kennir. Ég veit Þetta er umræðan hjá háskólum. Já, að þessi samkeppni, nú veit maður það að svona samkeppni dugar allavega til þess að þetta við einhvernir, af því að ég hef bara stað með það, að hún dugar með skamt, hún getur skilað ákveðnum árangri eins og hættur bara að skila árangri. Já, þetta er bara bannorð innan OECD, sko, að vera með svona kerfi og þau kerfi sem eru svona, svona sögulega, það bara orðið svona í samhengi við samfélagsþróun. Það er verið aktíft að reyna að breyta því og fara yfir í norræna módelið, sérstaklega fólk til Finnlands. Þú getur náð árangri á báðum sviðum, við erum með flotta kurvu á færni og líka gefið öllum þá þjónustu sem við þurfum. Þannig að það er bara allir sammála það, svo Svíþjóð þarf að gera eitthvað allt annað sem allir eru sammála að bara er ekki rétt. Ég vil samt taka í samhengi við þetta mynd sem að ég gerði hlutfall af dreifingu lesskilnings nemenda sem þetta skýra með því hvað skóla þeir eru. Þannig að þetta hefur að gera með það, sko, ef það er 60% skýring eins og í Belgíu og Þýskalandi, þá skiptir það bara öllum á í hvað skóla þú er. Ef þú segir bara hvað skóla þú er, þá getur útskýrt einhvernarniðina bara 60% bara út frá skólanum. Ég þekkið ekkert öðru leið, bara eitthvað skóla þú er. Þannig að þetta er vægi skólans í því að og ójöfnuðu milli skóla. Og það sem við hefum gert á síðustu árum er að í Svíþjóð voru þetta úr 9% sem er mjög lágt á heimsvísu, verið 24% sem er aukning upp á 2,5, þreföld aukning á 9 árum. Og þeir segja að þetta er afleiðing af öllum þessum sem er að gerast í kerfinu. Það er önnur kurvaðarna sem er að ganga nákvæmlega sömu línu, bara aðeins og eftir. Það er fyrir neðan. Það er Ísland. Og hvað er skilningin af því? Já, hvað er skilningin af því? Ekki nú kerfislega. Nei. En það getur líka verið að svona gerist vegna þess að það eru margir skólar sem eru að vinna að þróunarverkefnum, margir skólar sem eru að eigin metnaði að vilja ná betri árangri með sína nemendur og eru að gera hluti sem virka. Meðan aðrir skólar eru kannski að prófa eitthvað aðra hluti sem virka ekki eins vel.
eða bara virka alls ekkert, neikvæð Eða ekki gera neitt. eða ekki gera neitt. Þannig að þá myndast náttúrulega bil að það getur verið að það sé málið. En eins og ég sýndi ykkur áðan í Reykjavík, þá eru fleiri skólar að fara niður heldur en að fara upp. Þannig að gögnin styðja ekki þá kenningu. Það eru flestir að gera ekkert og þeir sem eru, já, einn eða tveir eða þrír sem eru að gera eitthvað sem skilur árangri greinilega, þeir eru miklu færri en þeir sem eru að gera eitthvað sem þá er að trufla og þeir eru að fara niður. Þannig að gögnin styðja ekki þessa skýring á því af hverju er að myndast þetta bil á milli skólanna. Það er frekar það að það eru fleiri skólaskilur sem er að fara niður og meirihlutin er hérna uppi. Þannig að flestum tekst að halda sér réttu megin og svo eru fleiri og fleiri skólar sem er að fara lengra og lengra niður. Svo að þessi breytingin á Íslandi, þú ert að segja að hún getur verið miklu jákvæðri nótum þannig séð að það er þá þessi skóla sem hafa verið að leggja bátt í kappi í þetta og efla sig, meðan í Svíþjóð setja allt annur mynd á þessu. Já, það gerist þetta bara óháð því hvað skólinn er að gera. Hann bara færast í hennu nú upp með 70% innflytjandi. Bara af því að kennararnir fá minni laun, af því að það er verið að taka nemendur úr skólanum af því að þú ert stimplað sem innflytjendaskóli. Eða þú ræður ekkert við þetta, þau eru ekkert að gera með kennsluna. Það er bara skólinn sína. Já, og það sem þeir eru gert í Svíþjóð er að það eru heildarhlutfall innflytjenda hefur ekkert mikið breyst. Það er hækkað aðeins í fyrstu kynslóð og lækkað aðeins í annarri kynslóð. Þannig að það er ekki aukning, það er fyrir tilfærsla innan kerfisins sem hefur verið að meðal annars skilning. Og einkareknir, þetta mynd úr skýrslunni okkar hér, þar sem við höfum að skoða hlutfall einkarekinna skóla árið 2006. Það er 11% í Svíþjóð. Það er bara ekkert á Íslandi eða sáralítið, sem við veitum. En árið 2009 er þetta hlutfall komið upp í 16%. 16% af nemendum í landinu sækja einkaskóla. Það er ekki þannig. Það er 20. Og Danmörk Það er 20 eitthvað. Ég var með það mjög langa hefði. Já, það var 2006 var þetta, þannig að þeir eru að sigla inn í það. Þannig að það styður líka þessa hugmyndur og það er fleiri einhverjum það. Annað sem við tölum var valforeldra. Og árið 2006 þá voru 3% nemenda í skólum þessum skólastjórar segja að valforeldra skipti máli fyrir inntökuna. Þeir fá bara óskir frá foreldrum að barnið kom í þennan skóla. 3%. Á Íslandi var þetta, 10%. Alveg töluvert. Já, það er svo fáið hjá okkur á bakvið vegna þess að við erum bara með, þrjá skóla í Reykjavík sem eru einkareknir. Já, þetta er ekki einhverskóla. Þetta er ekki einhverskóla. Þetta er ekki einkareknir, ok. Þetta er valforeldra. Fyrir ástæðan fyrir að nefnandi hefur nám, ástæðan er að 90% af því hann býr hérna. Hverju skóla. En það er 10% sem segja þessi valforeldra, þannig að þeir geta mætt við fleiri neitt og það er það yfirleitt innan hverfisins. Þetta er ekki, það er ekki annað bæjarfélag en þarna í Svíþjóð var 3%. 2009 er það upp í 20%. Þannig að foreldrar eru bara fannir að, ok, ég get valið. Ég ætla bara að skoða hérna meðaltölu í samræmduprófunum og velja bara bestu skólan. Og hvað gerist þá? Það er bara augljóst að það verður eftirspurn eftir ákveðnum skólum og hverjir komast inn. Það er bara, er það teiningur eða er það maður þekki mann eða er það peningar eða hvað er það? Ekki, það er ekki færni nemandans. Það ætti náttúrulega að snúa þig á hvolf og segja bestu skólarnir að taka við bestu nemandunum, ekki? Jú. Eða bestu kennararnir þetta. Þannig að þarna eru slæmir hlutir að gerast sem afleiðingar því að þeir geta samúð við foreldrar mega velja í hvaða skóla. En okkur foreldrar eru bara ekki búin að fylgja, ég ætla að fylgjast með samræmduprófunum og sjá hvernig er best og ég ætla að fara þangað. Þeir treystu bara kennarunum okkur til þess að gera þetta vel. En þarna er það ekki til staðar. Þarna finnur út og svo bara tala foreldrar og frengur og þennan skóla, ekki þennan. Þetta eru 50% innflytjendur, skiljið. Það skapast svona kúltúr sem er ekkert að gera með kennsluna eða kennarana eða kennaramentunina eða gæðastarfið eða hvað sem er. Þetta er bara
bara samfélagi sem keyrir þetta áfram. En er þetta ekki mjög mikið í mörgum löndum að heyri fólk tala þetta sem hlutur þessu breytandi þegar að vinna en ekki að finna sér íbúð? Heldur að lesa sér gegnum námskrár og finna út í hvað skólabönnin er að fara? Og Bandaríkin, það er Bandaríkin, Þýskaland, Belgía er verri en Bandaríkin, miklu verri en Bandaríkin. Og þetta er bara verst í þessu. Og þessi tracking, Luxemburg líka. En þá er það verið hefð þar til langvægt lengri tíma. Það var hefð í þessum löndum. Í Svíþjóð er eitthvað sem gerist það með lög. Þetta er bara svo sprengja. Þetta er gjörsamlega ný. Það er fáránlegt. Já, þetta er alveg fáránlegt. En þeir eru bara á leiðinni í miðaldir í þessu hugsun. Það lítur alveg gríðarlega áhrif á þessa skóla sem að missa svona mikið á góðu nemendum. Já. Hvernig skólastarfi, ég fullyrði það með liðsjónum minni reynslu sem framhaldsskólakennari í svona mennskóla Sund. Við bara stundum fengum við svolítið betri árgang, þá var eins og allt skólastarfi einhvern veginn lyftist. Þetta hefur gríðarlega sterk áhrif á skólastarfi, hvaða nemendum það fara inn. Þess vegna erum við með þessa áherslu á blöndun. Já, þetta sé ekki undir öðrum komið, hvort að veita öllum þá þjónustu sem við þurfum. En þetta er líka mjög merkilegt, líka hvernig orð skólar fá á sig. Það þarf ekki endilega að haldast í hendur við árangur. Nú veit ég 2 skólar sem sameinuðust. Annar skólinn átti miklu, annar skólinn vildi ekki sameinast hinum, foreldrar var mjög óánægðir vegna þess að hinn skólinn var í verra hverfi og þar voru svo mikið innflytjendum og þar voru svo mikið afbrotamönnum og það var svo slakur skóli. Þannig að samræðupróf sem 2 skólum eða PISA, þá skólinn sem átt að vera í þessu vonda hverfi, hann skorar hærra í öllu. Þetta er ekki bara... Og þetta er ennþá, nú er skólinn búin að starfa saman í 2 ár og það er ennþá verið að berjast við viðhorf fólksins eins og hinum megin. Af því þeir voru betra hverfi. Og þegar nefnendur voru miklu betri. Þannig að þetta er ekki alltaf á rökum reist. Ég hef lent í þessum tvisvar núna á skömmutíðum sem er að bera saman þjóðfélagslegar stöðu, bara innan ákveðna svæða, ákveðnum flestu svæðum, og þjóðfélagslegar stöðu skólana og árangur og hvað er það sem skýrir það og svona. Stundum er þetta talað þetta sem einhver stimpil á þessa krakka við þessum skóla, þeirra sjálfsáður það lækkar svo fram í samanburði hinnan nefndunum og það bara lítar hingur. En svo skoðum við annan skóla sem er nákvæmlega sömu þjóðfélagsstöðu til lægri. Hann er að skora miklu hærra. Þannig að í 2 skólum sem eru með sambærilega þjóðfélagsstöðu, af hverju er einn niður og hinn uppi. Þannig að ég held þetta er flókið samspil. Það er ólík skólamenning. Já, menningin, já, nákvæmlega. Þetta snýst svo marga aðra hluti heldur en samsýningkennara. Eða áður fyrir kaffi, þá ætla ég að byrja ykkur að sýna ykkur Færeyjar. Þeir eru svolítið ekki skemmtilegir þá, en það voru svolítið kom ykkur rosalega óvart. Við vorum með þeim að hjálpa þeim að gera PISA 2005 prófið. Við láðum þeir fyrir aðalpróf í forprófinu fyrir 2006. Þeir eru svo fáan inn, við getum bara gert þetta eins og forpróf. Og þau lögðu fyrir leskilningin og þeir komu út með 400 stig, undir 400 stig. Munið 40 stigin sem ég var að tala meðaltalið í OECD er 500. En þeir eru 2,5 árum fyrir neðan meðaltalið OECD og fyrir neðan Ísland, Noreg, Danmörku og Svíþjóð. Þeir eru 3 árum fyrir á eftir finnskóla. Þeir eru að byrja í unglingadeildinni þegar við hugsaum lesskilning. Finnarnir, þeir eru með sama lesskilning og þeir sem útskrifast 15 ára og þær. En það er verið smábreyting 25 stig frá 2005. Þeir fóru í þetta sjokk og fóru að fjölga móðmálstímum og setja samræmt námsmat og fóru að búa til einhvers konar eftirlitskerfi með þessu. Þeir voru bara rosalegt. Og þeir eru á sama stað á Albaníu og Kazakstan í listanum. Ég sýndi ykkur hérna á töflunni sem við gáum út með þessari skýrslu 2009
þar var Ísland hérna við þig og Noregur og Finnland svona í efri hlutunum á þessu töflu, svo kom neðri hlutunum á töflunum með fullt af löndum og hér eru sko Argentínu og Kazakstan, hérna. Það er ekkert meira tafla og svo 2009 voru við komin hingað. Þannig að þetta er alveg rosalegt sjokk og þeir eru núna með Danmörku í þessari PISA-vinnu. Þannig að væntanlega 2012 þá verða þeir með sinn kafla í þessum viti, eru svona koma meira og meira inn í þessa alþjóðlegu hugmynd lesskilning. Það er ágangna stóra ferð með þetta að tiltra þá vinnur. Nei, þetta eru 50.000 manns ekki, þannig að þetta er 1/7 af okkur, það er ekki lítið, það er bara eins og... Hérna 7.000 í ágangina eða ekki? Það er eins og Suðurlandi eitthvað. Þannig að, jú, þá er þetta alveg nógu stórt til þess að vera heill landsluti hjá okkur. Þetta var svona sjokk og En ég ætla að halda áfram eftir kaffi með tölur